Hvernig væri lífið án vina? Flokkahappdrættismarkaðurinn að stórum hluta barn síns tíma. Fáir markaðir ef nokkrir hafa upplifað jafn reglulegan og samfelldan samdrátt. Stóra vandamál SIBS var meðalaldur miðaeiganda, yfir 70 ár. Flokkahappdrætti og fyrirkomulag þess höfðaði ekki til yngri aðila. Vandamálið var af hæsta erfiðleikastigi. SIBS átti einungis eitt vopn í fórum sínum til að snúa stöðugum samdrætti yfir í 2% miðaaukningu. Öfluga markaðsherferð. Sýnt var dramatískt fram á að enginn fer einn í gegnum lífið. Ég vinur og ætla að vera það út lífið. Hannaðar voru auglýsingar, trúar viðfangsefninu, sem miðuðu að því að kveikja löngun til að láta gott af sér leiða. Leið og þær myndgerðu mikilvægi miðaeigandans í bata þeirra sem njóta góðs af uppbyggingu happdrættisins. Hvernig væri lífið án Bjargar? Án Ólafs? Án Helga? Hvernig væri lífið án vina? Ég vinur og ætla að vera það út lífið. Ég vinur fyrir lífið sjálft. Ég hef verið vinur síðan ég fæddist. Miðavinir SIBS eru máttarstólpar Reykjalundar. Við byggjum upp fólk til að takast á við lífið eftir áföll. Tryggðu þér vinanúmer. Hringdu núna. Drögum á föstudag. Happdrætti SIBS fyrir lífið sjálft. Árangurinn var 16% aukning sölu frá fyrra tímabili. 8-földun á markmiði. Langstærsta einstaka stökk milli ára í sögu happdrættisins. Líftímaverðmæti aukinnar miðasölu 1,5 milljarður. En það besta var að hagnaður jókst 36% milli ára. Vinir geta svo sannarlega gert kraftaverk.